Sælir jarðarbúar. Ég heiti Meran EZ2314. Ég kom til jarðarinnar til að læra menningu ykkar og ég komst að ýmsu furðulegu. Ég horfði á fréttatímann eins og þið kallið það og það gerist ýmislegt skemmtilegt. Fleiri óvænt dauðsföll á íslenskum sjúkrahúsum hafa verið tilkynnt embætti landlæknis á þessu ári en síðustu ár. Undanfarið 3 ár hafa 7 sjúklingar látist óvænt, þar af 4 á þessu ári. Velferðarráðherra segir ekki sé spurning hvort, heldur hvernig komið verði hjúkrunarfræðingar sem sögðu mánaðamótin láti af störfum. Umræða fjárlagafrumvarpi hefur staðið í tæpar 60 klukkustundir. Það er lengur en nokkur önnur fjárlagaumræða á síðustu 20 árum. Fellibylurinn Bópa veldur íbúum á sunnanverðum Filippseyjum enn ómældum tjáningum. Óttast er að mörg hundruð manns hafi farist á eynni myndanna á. Óhófleg heilsurækt getur verið lífshættuleg. Hvað er fólk að pæla? Við þurfum ekki að fara í líkamsrækt hérna heima. Ég hélt líka að þetta verið hollt. 80 höfrungar verða brátt reknir úr bandaríska sjóhernum. Þeir hafa meðal annars verið notaðir til að leita að tundurduflum en frá með árið 2017 sinna vélmenni þeim. Bandaríski herinn hefur þjálfað höfrunga í hafnaskyn í meira en 50 ár. Þeir voru notaðir til að verja hafnir fyrir köfurum í Víetnamstríðinu og leitaði sprengjum í Persaflóastríðinu. Þessir 80 sérþjálfuðu herhöfrungar þurfa nú að finna sér eitthvað annað til dundurs en dýraverndunarsinnar segja þetta gleðitíðindi. Dýr eigi ekkert erindi í stríð. Fréttaverkefni unnið af Ásdísi, Friðrúnu, Pálma og Sindra. Sérstakar þakkir til Guðjóns og Valdimars.